Fjallið komið að stórum hluta niður, segir bóndi á Björgum í Útkinn. Fjölskylda hans var flutt á brott í þyrlu eftir hún varð innlyksa í nótt. Stórir hlutar sveitarinnar urðu aurskriðum að bráð í mestu rigningunum þar í manna minnum. 3000 barnaníðingar hafa brotið gegn börnum innan kaþólsku kirkjunnar í Frakklandi frá því miðja síðustu öld. Rannsóknarskýrsla óháðrar nefndar væntanleg á þriðjudaginn kemur. Sóttvarnalæknir segir að fara þurfi mjög varlega í að aflétta sóttvarnaaðgerðum. Áfram þurfa að hafa takmarkanir. Hann vinnur að minnisblaði til heilbrigðisráðherra. Nauðsynlegt að ráðast í umfangsmiklar hreinsanir og skera niður sauðfé á öllum bæjum í riðusýktu hólfi í Skagafirði til að uppræta sjúkdóminn. Þetta segir fyrrverandi yfirdýralæknir. Mikilvægt sé að veita bændum tilfinningalega aðstoð á eftir. Aðeins einu sinni áður hafa aðdáendur James Bond þurft að bíða jafn lengi eftir myndum hann og nú. Nýjasta Bondmyndin var frumsýnd í vikunni en hún sú lengsta til þessa. Gott kvöld. Stórir hlutar Útkinnar í Þingeyjarsýslu urðu aurskriðum að bráð í nótt í mestu rigningum þar í manna minnum. 30 manns þurftu að yfirgefa heimili sín þegar hættustigi var lýst yfir. Það var ófagurt að litast þegar Landhelgisgæslan flaug meðfram Kinnarfjöllum í dag. Rigningin var að mestu gengin niður en stór hluti hlíðarinnar var horfinn, hafði skolast niður í aurskriðum nóttina. Að minnstakosti 5 bæir voru rýmdir í nótt þegar hættustigi var lýst yfir vegna skriðuhættu í Kinn og Útkinn í Þingeyjarsýslu og 30 þurftu að yfirgefa heimili sín. Jóna Björg Hlöðversdóttir og fjölskylda hennar voru þar á meðal. Fórum að heiman svona 3-leytið í nótt eða komum hingað 3-leytið. Við vorum orðin alveg innlyksa að skriðum, lokaði leiðin, fór yfir veginn snemma seinnipartinn í gær og lokaði svo alveg svona kvöldmatarleytið. Þannig að enda með því að almannavarnir tóku það ákvörðun að rýma svæðið og sendu það bara þyrlu eftir okkur því það var í raun eina leiðin til þess að fara. Foreldrar Jónu Bjargar höfðu brugðið sér af bæ og komust ekki aftur heim að Björgum. Það er reyndar ekkert heim að gera. Það er allt undir vatni, allt láglendi undir vatni. Fjallið komið á stórun hluta niður. Er þetta með verra vatnsveðri sem þið hafið vitað hérna? Þetta er ekkert með verra, þetta er ekkert nálægt neinu sem að hefur gerst í mínu lífi, 60-70 ár. Ekkert sem að nálgast þetta. Já, ég held að það sé alveg einsýnt að svona vatnsveður hefur ekki sést. Það rigndi alveg eins og heldur fötu, já, frá því fyrra kvöld og allan nóttin og allan daginn. Og það bólnuðu upp ár og læki sem maður hafi aldrei nokkuð tímann séð áður. Björgunarsveitir og slökkvilið stóð í ströngu víða Norðurlandi nótt og í morgun. En þótt útlitið sé svart núna engin bilbug að finna á bændunum og Björgum. Þetta auðvitað bara verkefni, þannig að kannski stærsta verkefni verður að græða fjallið upp aftur og ná því grænu og fallegu og svo mókum við bara efnin í burtu af dúnunum og ræktum þau upp á nýtt og það var svo sem reyndar á planinu. Þannig að auðvitað þetta erfitt og leiðilegt. En þetta bara, við tökumst bara á við þetta og hlökkum til að komast aftur heim þegar það styttir almennilega upp. Já, þegar við þetta bæta að 7. bærinn í Útkinn var rýmdur í dag. Rýmingin gildir að minnstakosti til hádegis á morgun en bændur hafa notið aðstoðar björgunarsveita til að komast til Mjalta í dag. En slökkvilið Fjallabyggðar sinnti mörgum útköllum á Ólafsfirði í nótt þegar byrjaði að flæða inn í hús í bænum og Jóhann K. Jóhannsson slökkvilistjóri varð mikið tjón út af vatnsleka. Það er alveg ljóst að það varð tjón en það er ómögulegt að segja hversu mikið það varð. Við þurfum að leyfa næsta 1 eða 2 degi að líða á meðan að hús og munur eru að þorna en veðrið er gengið niður þannig að það er miklu minna vatnsveður heldur en það var í gær. Hafi þetta verið mörg útköll hjá ykkur? Já, eins og ég segi, aðstæður eru allt aðrar núna heldur en voru í nótt. Við erum með 2 einingar úti sem eru að sinna dæluvinnu og opnum svæðum og koma vatninu frá. Á tímabili í nótt og í morgun þá voru hér 70 viðbragðsaðilar sem að sinntu björgunarstarfi og þetta voru einir 17 staðir þar sem við þyrftum að sinna verkefnum að minnsta kosti. Takk fyrir þetta Jóhann. Hingað er kominn Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur. Theodór, er þessari rigningu eitthvað að slota? Já, það hefur náttúrulega dregið töluvert úr úrkomu ákæðinni í dag. Hún var í rauninni í hámarki til að með þessu Siglufirði í gærkvöldi
og á Ólafsfirði til að mynda aðeins seinna eða í nótt en í dag hefur dregið mikið úr úrkomuákveðinu en það enn að bæta í þó. Já, þetta einhvers konar úrkomumet? Virðist ekki vera allan varðandi Ólafsfjörð, það eru dæmi það fyrir náttúrulega alltaf eftir hvað menn eru að tala löng tímabil, 48 klukkustunda úrkoma núna á bilinu 120 til 130 millimetrar á Ólafsfirði, virðist vera 150 á Siglufirði, en allan varðandi Ólafsfjörð þá virðist það ringt þar meira á 48 klukkustundum til dæmis 2004. Hvað heldur að gerist núna á næstu dögum? Já, það sem gerist, það náttúrulega verður ekki nándar sama úrkomu ákveði á næstu dögum, en það heldur áfram að bæta í mæl og styttir raunin ekki alveg upp fyrir en við komum fram á þriðjudag. Akkúrat, við fylgjumst sjálfsögðu áfram með þessi, takk fyrir komuna. Við höldum okkur við háskalega náttúru og segjum frá því að jarðskjálftahrina á Reykjanesskaga heldur áfram og frá hádegi urðu 2 skjálftar sem fundust greinilega á höfuðborgarsvæðinu. Í Vogum á Vatnsleysuströnd finna íbúar vel fyrir skjálftunum en Grindvíkingar síður þótt Grindavík sé nær upptökunum þeirra. Vel á 700 jarðskjálftar hafa mælst við Keili í dag, sá stærsti af stærðinni 3,5 í hádeginu. Síðdegis mældi svo skjálfti upp á 3,4 og fundust þeir báðir á höfuðborgarsvæðinu. Á þeim 6 dögum sem hrinan hefur staðið yfir hafa vel yfir 5.000 skjálftar mælst, þar af 11 yfir 3. Heldur færri skjálftar hafa mælst í dag en síðustu daga. Enn ekki vitað hvort skjálftahrina tengist jarðskorpuhreyfingum eða kvikuinnskotum. Í jarðskjálftahrínunni í aðdraganda gossins í Geldingadölum titraði allt á skalf í Grindavík svo dögum skipti og jafnvel oft á dag. Bæjarbúar voru orðnir langþreyttir á tíðum skjálftum sem hættu svo alveg þegar eldgos hófst. En þótt upptök skjálftanna séu aðeins 10 kílómetra frá bænum, verða bæjarbúar lítið varir við þá. Nei, við erum tiltölulega lítið að verða vör við þetta hérna í Grindavík. Ólíkt því sem var þegar að mest gekk á sínu tíma þegar að skjálftarnir voru hérna mjög tíðir og stórir, en upptökin þá miklu nær okkur heldur en núna Vogar eru hins vegar 12 kílómetra frá upptökum skjálftanna og þeir fara alls ekki framhjá bæjarbúum. Hún finnst alveg greinilega hérna og sérstaklega þessi stóru skjálftar og einmitt í sá sem kom í gær að þá heyrði fólk svona hljóð áður og svo kom skjálftinn. Bæði sveitarfélög eru mjög vel sett þegar kemur að viðbrögðum við hamförum, enda fjölmargar áætlanir gerðar í síðustu hrinu. Hér til dæmis við vorum búið að gera rýmingaáætlun og annað, þannig að ég held að fólk sé vel undirbúið og það er náttúrulega þetta róar fólk líka. Ekkert hefur gosið í Geldingadölum síðan 18. september. Þótt Grindvíkingar séu orðnir vanir að hafa eldgosið í bakgarðinum, þá segir bæjarstjórinn að þeir séu ekki farnir að sakna eldsumbrotana. Nei, ég vildur ekki segja það endilega. Ég held að margir íbúar Grindavíkur væru í sjálfsög fegnir því að losna við þetta alfarið. En þetta meinlítið eins og það hefur verið þarna núna og við bara horfum á þetta svona sem óþægilega nágranna. Rannsóknarskýrsla óháðra nefndar kynferðisbrot barnaníðinga innan kaþólsku kirkjunnar í Frakklandi kemur út á þriðjudag. Þar kemur meðal annars fram að þúsundir barnaníðinga hafi athafnað sig innan kaþólsku kirkjunnar frá því miðja síðustu öld. Eftir rannsóknarvinnu í á 3. ár kemur á þriðjudaginn út 2500 blaðsíðna skýrsla rannsóknarnefndar sem fékk það verkefni að skoða ásakanir barnaníð innan kaþólsku kirkjunnar í Frakklandi. Í dag birtust fyrstu fréttir úr skýrslunni sem meðal annars segja að 3000 manns hafi níðst á börnum innan veggja kaþólsku kirkjunnar og stofnana hennar frá því miðja síðustu öld. Þetta eru prestar og aðrir starfsmenn kirkjunnar. Í skýrslunni verður einnig greint frá því hvernig allir þessi fjöldi ofbeldismanna gat framið óhæfuverk sín í skjóli kirkjunnar. Lögfræðingar, læknar, sagnfræðingar og félagsfræðingar komu að gerð skýrslunnar en kaþólska kirkjan í Frakklandi kom nefndinni á laggirnar árið 2018 eftir að hneykslismál skóku kirkjuna þar sem og víðar. Il ne s'agit pas de désamorcer. Il s'agit de se préparer intérieurement à recevoir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Il s'agit de ne pas avoir peur de la vérité, de la regarder en face. Sóttvarnalæknir segir að sýna þurfi varkárni og hópsýking á Norðurlandi sé áminning að faraldurinn sé ekki gengið niður. Hann vinnur að minnisblaði til heilbrigðisráðherra. 92 smitt greindust innanlands helgina. Flest smittin eru á Norðurlandi, einkum Akureyri. Þar eru rúmlega 800 manns í sóttkví. Það hefur orðið til þess að margir starfsmenn sjúkrahússins á Akureyri eru frá vinnu og kalla hefur þurft út auka mannskap til að manna vaktir. Það má alveg búast að því að það greinist kannski fleiri á næstu dögum því að
Ég held að það sé nokkuð ljóst að þetta verði náð að svona grafa sig svolítið þarna í samfélaginu þar. Það verði að koma í ljós hvort hópsýkingin tegi sig út fyrir landshlutann. Þetta bara holl áminning það að við þurfum að passa okkur áfram þó að takmarkanirnar sé ekkit voðalega miklar hér innanlands. Reglugerð sóttvarnaaðgerðir fellur úr gildi á miðvikudag. Þórólfur segir að það styttist í að hann skili heilbrigðisráðherra minnisblaði. Sérðu fyrir þér eitthvað rými til þess að aflétta eitthvað frekar aðgerðum núna? Það verður nú bara eiginlega að koma í ljós, en ég hef svo sem alltaf sagt það að við þurfum að bara fara mjög varlega í þetta og sennilega þurfum við að hafa einhverjar takmarkanir allavega sinn. Það er afskaplega ólíklegt að öllu verði aflétt þá. Já, frá mínum bæjardyrum séð það frekar ólíklegt, já. Danir afléttu öllum takmörkunum 10. september og Norðmenn fyrir rúmri viku. Það gengur bara vel eins og staðan núna, til dæmis í Danmörku, en það nú ekki öll kurl komið til grafar held ég ennþá. Þetta getur tekið svolítið tíma að koma í ljós, en við þurfum bara fara hægt yfir lækinn. Upplýst vafasöm viðskipti og tengsl við aflandsfélög 35 fyrrum eða núverandi þjóðarleiðtoga í nýrri uppljóstrun sem kölluð Pandora-skjölin. Einnig í skjölunum gögnum viðskiptum 300 embættismanna. BBC, Panorama, Guardian og 700 fréttamanna tóku þátt í uppljóstruninni sem byggir á 12 milljónum skjala. Meðal þeirra sem ber á góma í uppljóstruninni eru Vladimir Putin, forseti Rússlands, Tony Blair, fyrrum forsætisráðherra Bretlands og Andrej Babis, forsætisráðherra Tékklands, sem sækist eftir endurkjör í heimalandinu í næstu viku. Nánar má lesa málið á vefnum okkar ruv.is. Fyrrverandi yfirdýralæknir leggur til algjöra hreinsun á bæjum í Húna og Skagahólfi í Skagafirði til að útrýma riðu. Hann segir aðgerðirnar sársaukafullar en nauðsynlegar. Já, riðan bara mjög alvarlegur og erfiður sjúkdómur því það er ekki að finna út hvort það eru sýktar kindur í hjörðinni. Það eina svarið sem fæst það að þegar hausinn tekin af þá að komast í mænu kylfu. En þetta mjög sérstakur og erfiður sjúkdómur. Riðuveiki ólæknandi og banvænn smitsjúkdómur sem veldur hrörnun í heila og mænu. Einkenni sem eru meðal annars kláði, taugaveiklun, skjálfti og lömun koma oftast fram á innan við 5 árum frá smiti. Bændablaðið með ítarlega umfjöllun riðusmitin sem hafa greinst í Skagafirði undanfarið ár. Þar líka birt grein eftir Halldór þar sem hann leggur til sársukafullar aðgerðir til þess að stoppa smitin sem hafa dreift sér á að minnstakosti 6 bæi í sama hólfinu í Skagafirði. Þarna svona með einhvern radíus í kringum Varmalíð. Svoleiðis að þetta áhyggjuefni að þetta skuli vera alltaf að greinast. Hann mælir með stórfelldum niðurskurði á öllum bæjum í Húna og Skagahólfi nema hægt verði að sanna að engin samgangur hafi verið á milli skepna. Annars skuli öllum kindunum lóað. Til þess að fá einhvern frið og einhverja framtíð þá þurfa að fara í svona alvarlegar aðgerðir þó að þær séu þetta mjög harkalegar. Svo þarf að fara í mjög umfangsmiklar hreinsanir á jörðunum, sótthreinsa allt og skipta jarðveg. Öll gömul kindahús tekin í gegn eða það er ekki hægt að sótthreinsa þau þá voru jafna við jörðu. Í svona aðgerð þá ekki bara riðubærin sem að riðubæirnir heldur líka bæir sem hefur ekki greinst. Þeir verða að vera með líka vegna þess að þeir gætu verið þeir næstu sem kæmi í röðinni. Halldór var lengi yfirdýralæknir og skrifstofustjóri í atvinnuvegaráðuneytinu. Hann segir fjárhagslegt tjón bænda bætt í grunninn en tilfinningalega tjónið sé mun erfiðara. Það verður líka að taka til þess og það kannski hefur ekki verið á undanförnum áratugum gætt að því. Íbúar í Berlín samþykktu í atkvæðagreiðslu að hið opinbera leysi til sín íbúðir í eigu stórra leigufélaga vegna mikillar hækkunar leiguverðs í borginni. Talsmaður samtaka sem berjast fyrir þessu segir að verið sé að taka borgina aftur. Efasemdir eru þó hvort þetta sé framkvæmanlegt. 70–80% íbúða í Berlín eru leiguíbúðir. Leiga hefur hækkað allt að 40% í borginni á síðustu 4 árum. Af þessum sökum eru húsnæðismál mjög mikilvægur málaflokkur í Berlín og þess vegna fór af stað atkvæðagreiðsla samhliða kosningunum það hvort hið opinbera eigi að koma inn í leigumarkaðinn. Samtökin Deutsche Wohnen Entingen söfnuðu 175.000 undirskriftum sem eru nauðsynlegar til að knýja fram svona atkvæðagreiðslu. Þar var spurt hvort yfirvöld í Berlín ættu að leysa til sín flestar íbúðir í eigu stórra hagnaðardrifina leigufélaga. 56% þeirra sem kusu sögðu já, en atkvæðagreiðslan ekki bindandi.
Á blaðamannafundi samtakanna var niðurstöðunni vel fagnað. Our aim of course is to be able to lower rents, but it's also an idea of taking back the whole city because our city has been bought out to companies and like the public space has been reduced. Stupka segir það ekki lausn að byggja meira eins og sumir halda fram. The people who are living here now are forced out of their apartments, of their current living environment, of their home really. And you can't help that with building new housing. Kjósendur eru ekki allir hrifnir af þessari hugmynd. It is only ridiculous to move it from one side to the other as we did in the past. If you make this public, the ownership of the rental houses, they will not build one new apartment. Franziska Giffey sem verður líklega næsti borgarstjóri Berlínar á móti þessu en segir að virða þurfi niðurstöðuna og boðaði frumvarp í þessa veru. Það þurfi þó að vera bæði lagalega og fjárhagslega framkvæmanlegt og margir sérfræðingar telja það nánast útilokað. Þetta gangi gegn stjórnarskránni og auki of fjárhagslega skuldbindingar borgarinnar. Líklegasta niðurstaðan verði því einhvers konar samkomulag lækkun leiguverðs milli leigusala og borgaryfirvalda. Og hingað heim hægt að nýta gresjunar við til að framleiða eldsneyti og héraði hafa svokallar viðarperlur komið í stað dísilolíu sem orkugjafi. Bóndi sem nýverið fór að þurrka korn með orku úr skóginum segir mikil tækifæri að nýta heimafengna orku. Hveitikornið á héraði bústið og fallegt eftir gott sumar, en þetta haustið verður það þurrkað með annarri tækni en áður. Varminn búinn til í nýjum brennara sem bændur í Vallanesi keyptu og hann gengur fyrir skógarorku. Það stór bylting að fara að þurrka kornið með okkar eigin viði. Við erum sem sagt að skipta úr díselbrennara yfir í viðarperlubrennara, minnkum þar með sótsporið okkar og þetta náttúrulega stórt skref fyrir okkur og bara fyrir heiminn líka, margt smátt gerir eitt stórt. Heldur að þessir brennarar séu þá framtíðin í svona kornþurrkun á Íslandi? Já, og talan ekki hérna á Austurlandi þar sem við erum búin að planta svona miklum skógi og við þurfum að grísja skóginn og skjólbeltin. Skógarnir hérna eru allt og þéttir og þannig að það hægt að grísja skógana lengi á þess að vera að taka raunlega hinn eiginlega við, þannig að það má kynda og brenna mjög miklu efni og bara til framtíðar. Viður sem fellur til á jörðinni fer til fyrirtækisins Tandrabergs á Reyðarfirði sem framleiðir viðarperlur til brennslu og tækifærin eru mörg. Já, þetta svona samfélagsverkefni þar sem að orkusjóður og framleiðnisjóður að styrkja fólk til þess að fara í orkuskipti. Þetta raunverulega sjálfbært. Það mjög lítil losun. Og til dæmis askan, þetta svo hreinn bruni, askan sem kemur frá þessu bara svona upp í nös á ketti. Þannig að þetta mjög hreinn bruni, þannig að þetta þykir mjög umhverfisvænt. Lengsta kvikmyndin James Bond til þessa, No Time to Die, var frumsýnd í vikunni. Aðeins einu sinni áður hafa Bond-aðdáendur þurft að bíða jafn lengi á milli mynda njósnara hennar hátignar. Það hefur margt gerst í lífi James Bond frá því að hann varð fyrst til á síðum bóka eftir Ian Fleming árið 1953. Fleming nýtti reynslu sína úr leyniþjónustu breska sjóhersins í síðari heimsstyrjöldinni til að skapa söguhetjuna sem hefur orðið efniviður margra bóka og enn fleiri kvikmynda. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Svo nýjasta No Time to Die var frumsýnd í vikunni. Þó James Bond geti margt, getur hann þó ekki ráðið niðurlögum heimsfaraldurs. Þannig hefur frumsýningu No Time to Die verið frestað nokkrum sinnum. Fyrst vegna þess að leiksturinn Danny Boyle sagði skilið við verkið, en svo aftur og aftur vegna kórónuveirunar. Fyrsta Bondmyndin Dr. No var frumsýnd árið 1962. Síðan þá hafa aðdáendur 007 einungis einu sinni þurft að bíða í 6 ár eftir nýrri Bondmynd eins og nú. Í fyrra skiptið var það á milli License to Kill árið 1989 og GoldenEye 1995. No Time to Die lengsta Bondmyndin til þessa. Hún telur 2 klukkustundir og 43 mínútur. Höfuð óvinurinn í myndinni nýju að þessu sinni leikinn af Óskarsverðlaunahafanum Rami Malek. It's a once in a lifetime experience unless you're Daniel Craig. Það rétt hjá honum. Þetta ekki í fyrsta sinn sem Daniel Craig bregður sér í hlutverk Bond, heldur í 5. sinn. You can imagine why I've come back to play. Og hann 7. leikarinn sem bregður sér í hlutverk njósnara hennar hátignar. Who are you? Bond. James Bond.
My name's Bond. James Bond. My name's Bond. James Bond. In my business, you prepare for the unexpected. My name's Bond. James Bond. For me, he is irreplaceable. He's my Bond. He's the one that brought so much emotional empathy and depth. Malek verður hins vegar ekki að ósk sinni. Þetta síðasta Bondmyndin sem Daniel Craig ætlar að leika í. En óvíst hver tekur við hlutverkinu, en fráfarandi Bond ætlar að fylgjast spenntur með. The James Bond is hopefully eternal. There's always going to be some things, and then I'll be front row and center when the next one arrives. Já, þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Einn leikur var í Olísdeild karla í handbolta í dag og í gærkvöld var keppt titilinn meistari meistaranna í körfunni. Við settumst niður með Vöndu Sigurgeirsdóttur, nýkjörnum formanni KSÍ og spjölluðum við hana nýja hlutverkið. Aldís Kara Bergsdóttir skautari stefnir að því að ná lágmörkum fyrir bæði heims- og Evrópumóti á listskautum. En hún hefur þegar náð hluta lágmarkana fyrir Evrópumótið. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Fjallið komið að stórum hluta niður, segir bóndi á Björgum í Útkinn. Fjölskyldans var flutt á brott í þyrlu eftir hún varð innlyksa í nótt. Stórir hlutar sveitarinnar urðu aurskriðum að bráð í mestu rigningum þar í manna minnum. 3000 barnaníðingar hafa brotið gegn börnum innan kaþólsku kirkjunnar í Frakklandi frá því miðja síðustu öld. Rannsóknarskýrsla óháðra nefndar væntanlega á þriðjudaginn kemur. Sóttvarnalæknir segir að fara þurfi mjög varlega í að aflétta sóttvarnaaðgerðum. Áfram þurfa að hafa takmarkanir. Hann vinnur að minnisblaði til heilbrigðisráðherra. Nauðsynlegt að ráðast í umfangsmiklar hreinsanir og skera niður sauðfé á öllum bæjum í riðusýktu hólfi í Skagafirði til að uppræta sjúkdóminn. Þetta segir fyrrverandi yfirdýralæknir. Mikilvægt sé að veita bændum tilfinningalega aðstoð á eftir. Og aðeins einu sinni áður hafa aðdáendur James Bond þurft að bíða jafn lengi eftir myndum hann og nú. Nýjasta Bondmyndin var frumsýnd í vikunni en hún sú lengsta til þessa. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum, veðri og landanum. Klukkan korter yfir 8 í kvöld verður svo sýnt frá afhendingu Eddunar, íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunanna. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. Við segjum þetta gott að sinni og þökkum samfylgdina helgina. Verið sæl.